Hvað er miðflóttarkraftur og hvað er miðsóknarkraftur? Jú, þetta eru kraftar sem að verka í hringhreyfingu. Hérna er ég með linsu í bandi og prófa sveiflunni hring. Það er ákveðin kraftur sem lætur henni að fara í hring. Hún dettur ekki í fangið á mér. Ef ég gerir þetta of hægt, þá fer hún ekki í hring. Ég var að skoða af hverju. Það sem er að gerast hérna er að ég er í miðjunni, bandið er hérna og svo er linsan hér. Hún fer alltaf í hring. Það eru tveir kraftar. Það er miðflóttar og svo er annar sem verkar inn á við sem heitir miðsóknar. Miðsóknarkrafturinn er í raun og veru bandið. Því að ef að miðflóttarkrafturinn er sterkari þá slitnar band og linsan er farin. En kasthreyfingin sem að ég mynda kemur þess að stað og svo er þetta þannig að tregðan ýtir linsun alltaf beint en miðsóknarkrafturinn togar alltaf tilbaka. Þannig að miðflóttarkrafturinn myndast svolítið út af tregðu. Ef að ég sleppi linsun einhvers staðar, segjum sem svo að ég sleppi henni hér, fer hún beint, fer hún í boga með hringnum eða fer hún hérna beint út. Kallum þetta A, B, C. Hvað er rétt? B. Vegna þess að hún er í þessari stefnu þegar ég sleppi þá heldur hún áfram beint. Sleggjukastarar, þeir nýta þessa krafta, þeir kasta ekki sleggjunni þegar ef að búrið er í þessa átt, gatið út úr kastbúrinu, þeir sleppa þegar sleggjan er hér, ekki hér eða hér. Sleggjan fer beint út úr þeirri stefnu, ef þeir sleppa aðeins og snemma þá fer hún í búri hérna megin, ef þeir kasta aðeins og seint þá fer hún í búri hérna megin. Eða rétt út fyrir völl eða eitthvað, út fyrir brautina. Þannig að miðflóttarkraftur er kraftur sem verkar út á við í hringhreyfingu, miðsóknarkraftur er kraftur sem verkar inn á við í hringhreyfingu.